Nú verða greidd atkvæði tillöguna í heild. Er beðið nafnakall? Óskað er eftir nafnakalli tillöguna í heild. Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, í þessari atkvæðagreiðslu erum við að verða vitni að ömurlegum hráskinnaleik og alveg ótrúlegum loddaraskap. Nú virðist vera að sannast hið fornkveðna að Samfylkingin sér sína. Forseti hefur dregið númer og upp kom talan 27. Það er Víðir Smári Petersen. Þingmaðurinn segir nei. Jónína Rós Guðmundsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Katrín Jakobsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Katrín Júlíusdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Kristján Þór Júlíusson. Þingmaðurinn segir nei. Kristján L. Möller. Þingmaðurinn segir nei. Lilja Rafney Magnúsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Lilja Mósesdóttir. Þingmaðurinn segir já. Magnús Orri Schram. Þingmaðurinn segir já. Margrét Tryggvadóttir. Þingmaðurinn segir já. Mörður Árnason. Þingmaðurinn segir já. Oddný G. Harðardóttir. Þingmaðurinn segir já. Ólína Þorvarðardóttir. Þingmaðurinn segir já. Ólöf Nordal. Þingmaðurinn segir nei. Pétur H. Blöndal. Þingmaðurinn segir nei. Ragnheiður E. Árnadóttir. Þingmaðurinn segir nei. Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Róbert Marshall. Þingmaðurinn segir nei. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þingmaðurinn segir nei. Sigmundur Ernir Rúnarsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Frú forseti, við þingmenn tökum okkur nú mikið vald í hendur. Ég hef, sá sem hér stendur, greitt atkvæði með sama hætti í öllum tilvikum, sagt hér 4 sinnum nei. Formsins vegna og efnisins vegna, en ekki síst vegna þess að ákæruatriðin eru óskýr. Það situr og er mér efst í huga. Nú er komið í ljós að þingheimur virðist vera þeirrar skoðunar að einn maður beri ábyrgð á því sem úrskeiðis fór í efnahagsmálum þjóðarinnar. Það finnst mér ekki stórmannlegt. Þingmaðurinn segir nei. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir. Þingmaðurinn segir já. Sigurður Ingi Jóhannsson. Þingmaðurinn segir já. Sif Friðleifsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Skúli Helgason. Þingmaðurinn segir já. Steingrímur J. Sigfússon. Þingmaðurinn segir já. Svandís Svavarsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Tryggvi Þór Herbertsson. Þingmaðurinn segir nei. Unnur Brá Konráðsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Valgerður Bjarnadóttir. Þingmaðurinn segir já. Vigdís Hauksdóttir. Þingmaðurinn segir já. Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Þór Saari. Þingmaðurinn segir já. Þórunn Sveinbjarnardóttir. Þingmaðurinn segir nei. Þráinn Bertelsson. Þingmaðurinn segir já. Þuríður Backman. Þingmaðurinn segir já. Ögmundur Jónasson. Þingmaðurinn segir já. Össur Skarphéðinsson. Þingmaðurinn segir nei. Atli Gíslason. Þingmaðurinn segir já. Álfheiður Ingadóttir. Þingmaðurinn segir já. Árni Páll Árnason. Þingmaðurinn segir nei. Árni Jónsson. Þingmaðurinn segir nei. Árni Þór Sigurðsson. Þingmaðurinn segir já. Ásbjörn Óttarsson. Þingmaðurinn segir nei. Ásmundur Einar Daðason. Þingmaðurinn segir já. Birgir Ármannsson. Þingmaðurinn segir nei. Birgitta Jónsdóttir. Þingmaðurinn segir já. Birgir Jón Jónsson. Þingmaðurinn segir já. Bjarni Benediktsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, ég tel að allt það versta sem að menn óttuðust að gæti gerst á grundvelli ráðherraábyrgðarlaganna sé að gerast hér í dag. Það er að segja, fyrsta lagi að matskennd ákvæði eru notuð til þess að kalla saman landsdóm og draga fyrirverandi ráðherra til ábyrgðar vegna embættisfærslna sinna. En við sjáum það líka hér í atkvæðagreiðslunni að þingflokkar nota þingstyrk sinn til að skjóta samflokksmönnum sínum undan því að vera dregnir fyrir dóminn, sem að dregur fram akkúrat það sem að menn ræddu sérstaklega hér þegar lögin voru sett, að þetta væri það sem væri líklegt að gerast. Það verður þó ekki hægt að komast að annarri niðurstöðu þegar að þessari atkvæðagreiðslu er lokið en að hugmyndir þeirra sem að lögðu fram þessar ákærur hafi fengið býsna harðan dóm hér í þinginu, þar sem að þingið er að hafna því í 3 tilvikum af 4 að draga viðkomandi ráðherra til ábyrgðar, og ég fagna því sérstaklega. Þingmaðurinn segir nei. Anna Margrét Guðjónsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Björn Valur Gíslason. Þingmaðurinn segir já. Einar K. Guðfinnsson. Þingmaðurinn segir nei. Eygló Harðardóttir. Þingmaðurinn segir já. Guðbjartur Hannesson. Þingmaðurinn segir nei. Margrét Pétursdóttir. Þingmaðurinn segir já. Guðlaugur Þór Þórðarson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, það hefur mikið verið rætt virðingu Alþingis í þessari umræðu. Og það er engin vafi á því að þetta er dimmur dagur í sögu þingsins. Menn lögðu hér á stað með vinnu til að sameina okkur þingmenn til að gera upp hrunið, og nú sitjum við upp með það að það er búið að véla hér í bakherbergjum það að það er að sækja einn mann til saka án nokkurra ástæðu. Og virðulegi forseti, í upphafi þessa máls, þar að segja þegar skýrslan kom, sagði hæstvirtur forsætisráðherra að þetta væri meðal annars gert til þess að friða almenning. Og því miður er það niðurstaðan að menn hafa hér vélað þannig mál að frágangur með þeim hætti að það er gert til þess. En réttlætinu er ekki fullnægt með því, og því miður eru þessu málum ekki lokið. Þingmaðurinn segir nei. Guðmundur Steingrímsson. Þingmaðurinn segir nei. Gunnar Bragi Sveinsson. Þingmaðurinn segir nei. Helgi Hjörvar. Þingmaðurinn segir já. Hulda Aðalbjarnardóttir. Þingmaðurinn segir já. Sigurður Kári Kristjánsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, nú virðist blasa við að landsdómur verður kallaður saman og hann mun fá það hlutverk að rétta yfir Geir H. Haarde fyrrverandi hæstvirtum forsætisráðherra. Væntanlega vegna þess að þeir háttvirtu þingmenn sem að greiddu þeirri tillögu atkvæði sitt eru sannfærðir að það séu meiri líkur en minni að Geir H. Haarde hafi gerst ber að refsiverðri eða glæpsamlegri háttsemi í sínum embættisfærslum. Þetta verður tekist fyrir landsdómi og niðurstaða mun liggja fyrir. Þegar hún liggur fyrir, þá tel ég að þeir háttvirtu þingmenn sem að greiddu tillögunni atkvæði sitt þurfa að svara því hvernig þeir ætla sjálfur að axla ábyrgð á sínum gjörðum verði málinu vísað frá dómi eða sá sakborningur sem þangað verður dreginn verði sýknaður. Þingmaðurinn segir nei. Jóhanna Sigurðardóttir. Þingmaðurinn segir nei. Jón Bjarnason. Þingmaðurinn segir já. Ásta R. Jóhannesdóttir segir nei. Tillagan svo breytt er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 30.